8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gott kvöld og verið velkomin í Fréttir lífsins. Ég heiti Frankie Beta Lífsins og hér á stöð 8. Þetta var helst í fréttum. Justin Bieber veldur skaða allt Ísland vegna Cut for Bieber. Íslendingar borða allt of mikið af vítamínum. Hundamaturinn var innkallaður. Shit! Ekki borða þetta! Nei! Afsakið þetta. Yfir til þín, Saga Ásmunds. Þetta eru fréttir af stöð 8 og við ætlum að gá hvort við finnum Justin Bieber. Því við heyrðum að hann var að koma til landsins. Komdu, við skulum finna hann, Jens. Nei, þetta? Hann ert ekki að grína. Komdu, Jens. Oh my god. Oh my god. Hvað er þetta? Komdu, Jens. Hi, Justin. And who are you? I'm a news reporter on Channel 8. Okay. And, oh my god, I just want to say I'm a big fan of yours. Okay. Thank you. It's always nice to meet a fan. Okay, so I'm just going to talk Icelandic here. Is it okay? Yeah, I understand a bit. Okay. So ég hef heyrt sko að ég skil ekki af hverju það er bara einn fan. Sko, Hvar eru hinir? Hvað gerðirðu við? Hvað gerðirðu? Ég hef veist eitthvað Cut for Bieber dæmi. yeah, it's kind of messed up. It's not my fault. Þú reyktir, var það ekki? Once. Tiny bit. Okay, I still love you, Justin. And she also, but I've heard að Cut for Bieber dæmi var að það er bara svona og það eru flestar, hvað var það? Sjúkrahúsi. Er það satt? What? What? Okay, let's get back to Justin. Okay, so I love you, I'm a big fan of yours, but you are why many girls cut themselves and they are at the hospital. How do you feel about that? Well, honestly, I must say, I don't feel so great about it, but it's kind of their fault for cutting themselves, so... Ok, takk fyrir. Við kíkjum á sjúkrahúsið næst. Bless í bylið, þetta er stöð 8. Góðan daginn. Ég Saga Ásmunds hér á stöð 8. Áðan þá töluðum við Justin Bieber og já, en núna ætlum við að finna frétt sem tengist því. Og það er hérna fárveik stelpa sem gerði eitthvað fyrir Justin Bieber. Ef kíkja á málið. Komdu, Jónas. Hjúkrunarkona, hvað er í gangi hérna? Segðu mér eitthvað. Þessi stelpa, hún skar sig fyrir Justin Bieber. Ertu að meina þetta? Bam, bam! Já, Cut for Bieber. ég að meina þetta. Jesús minn, byrju, skoðum sárið hans hérna, þetta er risastórt sár. Jesús minn.
Já, ok. Ó nei, fara ykkur! Við skulum fara hérna, þetta stöð 8. Bæ í bili. Góðan daginn, þetta Saga Ásmunds hjá stöð 8. Við vorum að fjalla vítamín. Af hverju Íslendingar að taka svona mikið af því? Við völdum einna handahófi og gáum hvað hún eða hann á mörg vítamín. Komdu Jens. Ó, guð. Við aðeins, ég er að koma. Já. Þetta er greinilega kon. Nei. Kom inn. Blessuð, hvað heitir þú? Ég heiti Jónína. Já, ok. Komdu Jens. Við skulum loka. Komdu. Já. Fyrirgefðu þetta. Ok, vertu rólegur Jens. Komdu Jens. Góðan daginn, við vorum að fjalla um vítamín og Íslendinga. Ok. Sko bara Jónína. Þetta er ekki Jónína. Hvað átt þú mörg vítamín heldurðu? Sko, ég var einmitt frá mér. Og getur kannski sýnt okkur til hvers og af hverju þú ert að taka svona? Þetta er fyrir slökun. Þetta er náttúrulegt eins og sjá hérna á umbúðunum. Þetta er olía. Þetta er olía, það sést svona smá. Já, ok. Takk fyrir. Þetta er bara svona náttúrulegt vítamín eitthvað. Ég veit ekki hvernig það. Þannig þú tekur bara eitthvað sem náttúran gefur þér. Já. Og þetta er sett vítamín. Ok. Sem er D-vítamín, sem sagt. Afsakið. Jens! Hvað ertu að gera? En svo er alltaf hérna líka D-vítamín. Af því við þurfum alltaf mikið af D-vítamínum á veturna. Við búum á Íslandi. Já. Svo er hérna bara eitthvað sem ég fann í búðinni. Eitthvað sem búðarkonan sagði að væri hollt. Og þetta er nú bara svona til að setja í vatni svo að vera gott. Þetta eru töflur sem ég tek á hverjum degi og líka dóttir mín hérna. Já. Herru, ég tek líka svona, þetta er til að styrkja lifina. Já. Þetta er flott. Þetta heitir Nutrileng Gold. Kling. Og svo gef ég hundum mínum alltaf svona olíu á morgnana. Til að sjá hvað er mest dúllulegt. Já. Já, það er satt hjá þér. Takk fyrir þetta, Jónína. Ég ætla nú bara vonandi sjáumst við aftur á Vínafang. Takk fyrir. Þetta er Saga á stöð 8. Auglýsingar koma núna. Langar þig að vera eins og Justin Bieber? Prófa nýjasta hárglerið hans. Fæst í öllum verslunum Hagkaups. Átt þú ungling? Er hann búinn að vera óþekkur í dag? Hentar fyrir smáa sem stóra, bitra sem heimska. Talandi um heimska. Manfred! Já. Inn í bús. Inn í bús með þig. Búrið frá kompunni hendar hverjum sem er. Handað þér. Nei, hæ. Ég heiti Rósa. Í dag ætla ég að sýna ykkur hurðarhúna sem er hægt að opna bæði inni og úti. Skulum kíla á þetta. Þetta eru börnin mín. Hlynur, Lóló og Silvía. Sjáðu þetta? Núna er þetta læst. Það kemst enginn nema hann geti opnað hinum megin. Þannig við opnum það svona, létt og engin stýring. Við skulum kíla á þetta. Ég skal bara sýna ykkur. Svo nú loka ég.
Þetta er saga Ásmunds. Hér hefur konu sem kallar sig Jónu. Við skulum kíkja á þetta. Þetta er eitthvað tengt hundamat. Komdu Jens. Góðan daginn, Jóna. Góðan dag. Geturðu útskýrt hvernig þér leið þegar þú heyrðir að þetta ætti að vera innkallað aftur af því þetta væri eitrað? Hvernig voru tilfinningar þínar? Ég get bara ekki útskýrt. Hundur minn, hann dó. Æ, er það? Mér þykir það leiðilegt. Geturðu kannski sýnt okkur? Já, ég skal gera það. Já. Ég setti barnalæsingu á þetta vegna hversu óhollt það er. Má ég Til sjáðu. Jesús minn, þetta er hryllingur að sjá. Og þetta borðaði hundurinn. Guð, ég samþykki það. Þannig já. Við þurfum að vekja athygli á þessu til almennings. Hvað allt í kringum okkur getur verið hættulegt. Varið ykkur. Þetta er saga Ásmunds á Stöð 8. Verið þið sæl.